Sævaldur, fjárhagslegt tap í hörkuleikum að Hetti í kvöld. Þetta rann ykkur úr greipum. Já. Hvað er að gerast hjá ykkur? Við bara ráðum ekkert alveg í, skorað 38 stig og gríðarleg vonbrigði. Eftir hetjulega baráttu núna síðustu vikur í deildinni hans náðu að vinna nokkra leiki í röð og virðist sem að vera bjarga ykkur. Hvernig tilfinningin svona beint eftir leik eftir að þetta er öðru? Bara viðbjóður. Já. Bara leiðilegt, skilur við erum að heimavelli, við skorað 104 stig, alltaf mikið og við náðum ekkert að hægja á þeim og neitt, þannig að bara mikil vonbrigði, gríðarleg vonbrigði. Ég bara finn til með strákunum, þeir eru bara að leggja hjart og sál í þetta og þetta er bara leiðilegt að við ekki náðum að klára hennar leik. Nú er þetta náttúrulega margir búin að afskrifa ykkur löngu áður en að þið fóruð á þetta rönd. Þið hljóta nú að taka eitthvað jákvætt og þú kannski sjáur það ekki beint núna út úr þessu viku. Já, ég meina það er ennþá einn leikur eftir og við þurfum að klára hann en þetta var bara leikur sem við hefðum þurft að vinna og því miður náðum við bara ekki einhvern veginn að taka þetta og það er bara vonbrigði en ég meina, jú, við getum hugsað það eftir að seinna skilja en það er bara vonbrigði að Körglandsdeild Hauka sig á leiðinni niður í fyrstu kalla og það er bara gríðarlega svekkjandi og þetta er flott félag og það er bara því miður náðum við þess ekki en það er bara einn leikur eftir og við þurfum einhvern veginn að finna okkur í það og sjá hvernig það þróast. Nú er þetta eins og þú segir skilja, Körglandsdeild Hauka, þetta er svona ákveðin stofnun í íslensku körfknattleik. Þetta er félag sem hefur búið til fjöldan allan af landsliðsmönnum og fleira. Þeir eru heima í efstu deild eða ekki? Já, auðvitað. Ég tel okkur hafa gert vel hérna en ég nenni ekki bara að fara í gegnum þetta sísón en þetta er eins og þetta er og auðvitað. Haukarnir eru flott félag og því miður bara, því miður. Sorry. Frábært, takk.